Kæru skagamenn, verið hjartanlega velkomin á kjör Íþróttamanns Akraness árið 2017. Nú enn einu viðburðaríku íþróttaári lokið hér á Akranesi og stóðu okkar íþróttamenn sig frábærlega að vanda og getum við skagamenn verið stolt af öllum okkar iðkendum, jafnt ungum sem öldnum. En við erum samankomin hér í kvöld til þess að heiðra það íþróttafólk sem þótt hefur skarað fram úr á liðnu ári. En kannski áður en við höldum áfram að þá vil ég bara bjóða ykkur öllum að fá ykkur heitt kakó, en það er í boði hér til hliðar, svo endilega farið og fá ykkur. En nú munum við kynna þá íþróttamenn sem hafa orðið Íslands eða bikarmeistarar á árinu í unglinga, fullorðins og öldunga flokkum. Badmintonfélag Akraness átti 3 Íslandsmeistara á árinu. Það voru þau Máni Berg Ellertsson sem varð Íslandsmeistari í einliðaleik U11 og tvíliðaleik U11. María Rún Ellersdóttir varð Íslandsmeistari í einliðaleik U13, tvíliðaleik U13 og tvendarleik U13 og Brynjar Már Ellersson Íslandsmeistari í B-flokki fullorðinna í tvendarleik. Fimleikafélag Akraness átti 3 hópar sem höndluðu Íslandsmeistaratitli og 2 hópar sem höfðu bikarmeistarar. Fjórðuflokkur 1 varð Íslandsmeistari í B-deild og fjórðuflokkur 2 varð Íslandsmeistari í C-deild. Annar flokkur kvenna varð Íslandsmeistari í B-deild. Fyrsti flokkur kvenna var bikarmeistari í B-deild. Og í stökkfimi 15 ára og eldri var 5 bikarmeistari í 8. flokki kvenna. Golfklúbburinn Leynir hampaði einum Íslandsmeistaratitli á árinu, en Valdís Þóra Jónsdóttir varð Íslandsmeistari í höggleik kvenna í júlí. Hestamannafélagið Dreyri nefndi sér í 2 Íslandsmeistaratitla á árinu 2017, þegar Jakob Svavar Sigurðsson varð Íslandsmeistari í slagtaumatölti og fjórgangi á hryssum í Júlíu frá Hamarsi. Jakob Svavar sigraði einnig á heimsmeistaramóti íslenska hestsins á árinu. Hnefaleikafélag Akraness eignaðist 1 Íslandsmeistara á árinu, en það er Bjarni Þór Benediktsson sem sigraði í 64 kg flokki ungmenna. Kadettafélag Akraness skilaði 1 Íslandsmeistaratitli á árinu, en Kristrún Bára Guðjónsdóttir var Íslandsmeistari 14 ára stúlkna í kata á Íslandsmeistaramóti unglinga. Keilufélag Akraness átti 3 Íslandsmeistara á árinu 2017. Í flokki öldunga var Guðmundur Sigurðsson Íslandsmeistari. Í fjórðaflokki pilta var Róbert Leó Gíslason Íslandsmeistari og Arnar Daði Sigurðsson var Íslandsmeistari í öðrum flokki pilta og opnum flokki ungmenna. Einn félagi í Klifurfélagi Akraness vann Íslandsmeistaratitil á árinu, en það var Brynrún Eir Óðinsdóttir sem sigraði í línuklifri í flokki 16 til 19 ára kvenna. Knattspyrnufélagið Kári sigraði þriðjudeildina sannfærandi og hömpuðu þeir deildarmeistaratitlinum í lok sumars. Kraftlyftingafélag Akraness átti 6 Íslandsmeistara á árinu. Það voru þau Arnar Harðarsson, Íslandsmeistari í -93 kg flokki unglinga í klassískum kraftlyftingum. Svavar Örn Sigurðsson, Íslandsmeistari í -74 kg flokki drengja í klassískum kraftlyftingum. Bjarki Þór Sigurðsson, Íslandsmeistari í -120 kg flokki öldunga í klassískum kraftlyftingum og í réttstöðu í karlaflokki -120 kg. Viðar Engilbertsson var Íslandsmeistari í -93 kg flokki í réttstöðu. Lára Bóhei Finnbogadóttir var Íslandsmeistari í +84 kg flokki í klassískum kraftlyftingum og Einar Örn Guðnason var Íslandsmeistari í -105 kg flokki í klassískum kraftlyftingum og kraftlyftingum. Íslandsmeistari í -105 kg flokki í réttstöðu, lyftu og bekkpressu. Bikarmeistari í -105 kg flokki í klassískum kraftlyftingum. Íslandsmeistari í bekkpressu og klassískum lyftingum óháð þyngdarflokki og bikarmeistari í kraftlyftingum óháð þyngdarflokki. Skotfélag Akraness átti bikarmeistara í haglabyssuskotfimi
en Stefán Gísli Örlygsson var stigahæsti skotmaður keppnistímabilsins. Sundfélag Akranes átti Íslandsmeistara í karla- og garpaflokki. Í karlaflokki var Ágúst Júlíusson Íslandsmeistari í 100 metra flugsundi, bæði í 25 metra og 50 metra laug. Í garpaflokki var Kári Geirlaugsson Íslandsmeistari í 65 til 69 ára flokki í 50, 100, 200, 400 og 800 metra skriðsundi, 50 og 100 metra baksundi og 100 metra fjórsundi. Vignir Barkarsson var Íslandsmeistari í 50, 100 og 200 metra skriðsundi í flokki 50 til 54 ára. Íþróttafélagið Þjótur fékk einn Íslandsmeistaratitil í einstaklingskeppni í boccia þegar Guðmundur Örn Björnsson sigraði fyrstu deildina. Svo sannarlega glæsilegur hópur, gefum öllum gott klapp. Þórður Guðjónsson, formaður skóla- og frístundaráðs, mun nú veita forsvarsmönnum þeirra félaga sem eiga Íslands- og bikarmeistara í efstu deild á árinu 2017 peningaverðlaun. Gjörðu svo vel, Þórður. Kvöldi. Byrja að óska björgunarsveitinni fyrir bestu flugeldasýningu ever. Gefum þið gott klapp. En ár hvert þá veitir Akraneskaupstaður viðurkenningar til félaga innan ISÍ vegna Íslands- og bikarmeistaratitla í efstu deild karla og kvenna í viðkomandi hópíþrótt eða einstaklingsgrein. Í ár voru það, eða á síðasta ári, 2017, voru það 7 félög innan IA sem áttu Íslandsmeistara sem falli undir þessa skilgreiningu og ætlaði að kalla fulltrúa frá öllum félögum hérna á svið og veita þeim þessi peningaverðlaun frá Akraneskaupstað. Það er fyrst að nefna Sundfélag Akranes, það ætlar Harpa Finnbogadóttir og varaformaður að taka við viðurkenningunni. Frá gólfklúbbnum Leyni er það Þórður Emil Ólafsson, formaður Leynis sem tekur við verðlaununum. Frá Kraftlyftingafélagi Akranes er það Einar Örn Guðnason, formaður félagsins sem tekur við viðurkenningunni. Fyrir hönd Fimleikafélag Akranes er það Þórdís Þráinsdóttir, yfirþjálfari FIMA sem mun taka við viðurkenningunni. Fyrir Íþróttafélagið Þjót er það Freyja Smáradóttir, þjálfari sem tekur við viðurkenningunni. Frá Skotfélagi Akranes er það Guðrún Hjaltalín, formaður félagsins. Og frá Hestamannafélaginu Dreyra er það Ása Hólmarsdóttir, formaður sem tekur við viðurkenningu fyrir þau. Þau eru öll komin og þá ætlum ég bara að ganga á röðina og afhenda þeim þetta. Og þá skulum við gefa þessum frábæra hópi gott klapp og öllum öðrum íþróttamönnum Akranesi. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Þórður. En við fengum hann Kristín Gauta Gunnarsson til þess að útbúa myndband af íþróttamanni Akranes 2016, henni Valdísi Þóru Jónsdóttur, sem sýnir brot úr lífi íþróttamannsins. Og ætlum við nú að sýna ykkur myndbandi. Gjörðu svo vel.
2017 kemur frá Borg úr Leifi og heitir Valdís Þóra Jónsdóttir. Komið að hápunkti kvöldsins, kjöri íþróttamanns Akraness 2017. 17 íþróttamenn voru tilnefndir af aðildafélögum IA og 9 manna nefnd greiddi atkvæði það hver hlýtur titilinn íþróttamaður Akraness 2017 en 10. atkvæðið í höndum íbúa á Akranesi í netkosningu og bárust rúmlega 1000 atkvæði í netkosningunni. Nefndina skipuðu Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri, Þórður Guðjónsson, formaður skóla og frístundaráðs, Valgerður Janusdóttir, sviðsstjóri skóla og frístundasviðs, Héraðsfréttablaðið Skessuholt var með 1 atkvæði og síðan framkvæmdastjórn IA, Helga Sjöfn Jóhannesdóttir formaður, Sigurður Arnar Sigurðsson varaformaður, Marella Steinsdóttir, Þráinn Haraldsson og Svava Huld Þórðardóttir. Þráinn Haraldsson úr framkvæmdastjórn IA mun nú kynna fyrir okkur þá sem tilnefndir eru til kjörs íþróttamanns Akraness. Gjörðu svo vel, Þráinn. Ég mun lesa í stafrófsröð nöfn þeirra sem tilnefndir eru til kjörs íþróttamanns Akraness fyrir árið 2017. Biðum að koma á svið og taka við viðurkenningu frá IA og Akraness kaupstað. Fyrstur Alexander Már Þorláksson, knattspyrnumaður Kára. Alexander Már fæddur árið 1995 og æfir með knattspyrnufélaginu Kára. Hann var lykilmaður í liði Kára á árinu sem gerði sig lítið fyrir og sigraði 3. deildina með miklum yfirburðum. Alexander Már stóð sig frábærlega fyrir framan markandstæðingana en hann endaði sem markahæsti leikmaður deildarinnar og 17 mörk í 18 leikjum og var hann 4 mörkum fyrir ofan næsta mann. Alexander Már einstaklega útsjónarsamur sóknarmaður og góður í að nýta þau færi sem hann fær fyrir framan markandstæðingana. Auki hann góður liðsfélagi og prúður bæði innan sem og utan vallar. Alexander Már tók þátt í öllum leikjum Kára á tímabilinu og átti stóran þátt í stórsigri Kára í 3. deildinni í sumar. Alexander Már var valinn leikmaður ársins hjá Kára af þjálfara og leikmönnum á lokahófi félagsins í haust. Svo það Arnar Már Guðjónsson sem knattspyrnumaður ársins. Knattspyrnufélag IA tilnefnir Arnar Már Guðjónsson sem íþróttamann Akraness árið 2017. Arnar 30 ára, fæddur og uppalinn á Akranesi þar sem hann æfði og lék knattspyrnu með yngri flokkum IA. Hann lykilmaður í skagaliðinu og fyrirmynd margra barna og ungmenna og nú á dögunum framlengdi hann samning sinn út tímabilið 2019. Sumarið 2017 spilaði Arnar 24 leiki með meistaraflokki karla og skoraði 4 mörk. Hann hefur verið máttarstólpi liðsins á miðjunni og átti meðal annars þátt í því að liðið komst í 8. úrslit í bikarkeppninni, en það besti árangur liðsins allnokkurn skeið. Sundmaður ársins Ágúst Júlíusson. Ágúst Júlíusson átti eitt besta sundaár ferilsins. Hann var tvöfaldur Íslandsmeistari í 100 metra flugsundi, bæði í 25 og 50 metra laug. Ágúst var 3. í 100 metra flugsundi á smáþjóðleikunum í San Marino og hlaut silfur í 400 metra fjórsundi sem jafnframt var Íslandsmet. Hann tók þátt í Norðurlandameistaramótinu í Reykjavík í desember og þar var Ágúst 4. í 100 metra flugsundi
nokkrum sekúndubrotum frá verðlaunasæti og 50 metra flugsundi. Á báðum þessum mótum var Ágúst fyrirliði íslenska landsliðsins. Hann fór upp 260 sæti á heimslista FINA og í dag í 364. sæti. Ágúst sýnir að með góðu skipulagi hægt að vera í fullri vinnu, skóla og stunda afreksíþróttir á háu stigi. Ágúst Júlíusson duglegur að vinna fyrir félagið og alltaf viljugur til að miðla af reynslu sinni, ræða við yngri sundmenn og sýna hvernig á að verða betri sundmaður. Það frændi hans, Guðgeir Guðmundsson, sem tekur við viðurkenningunni fyrir hans hönd. Knattspyrnukona ársins Bergdís Fanney Einarsdóttir. Bergdís Fanney spilaði vel með IA í sumar. Hún var burðarliður í meistaraflokki og skoraði 10 mörk í 25 leikjum. Hún var valinn besti leikmaður meistaraflokks kvenna hjá knattspyrnufélagi IA sumarið 2017. Bergdís Fanney hefur einnig stimplað sig vel inn í yngri landslið Íslands í sínum aldursflokki, fyrst í U17 og svo í U19 og lék samtals 7 landsleiki á árinu og skoraði 1 mark. Bergdís Fanney metnaðarfull knattspyrnukona og ungum iðkendum félagsins góð fyrirmynd. Það var Aníta Lísa Svansdóttir, þjálfari hennar, sem tók við viðurkenningunni fyrir hennar hönd. Hnefaleikamaður ársins Bjarni Þór Benediktsson. Bjarni duglegur og samviskusamur iðkandi og fer honum stöðugt fram í hnefaleikum. Hann hefur keppt 6 sinnum á árinu 2017 og þar af sigraði hann 4 sinnum og varð Íslandsmeistari í 64 kílóa flokki ungmenna. Bjarni hefur verið kosinn boxari mótsins á 3 af þeim 4 mótum sem hann sigraði andstæðing sinn á. Hann tók einnig þátt í Norðurlandameistaramótinu í Danmörku og stóð sig eins og hetja þar. Bjarni áberandi bestur á landinu í sínum aldurs- og þyngdarflokki og harðduglegur og öflugur og bjarta framtíð fyrir sér í íþróttinni. Hann hefur einnig verið að miðla reynslu sinni til yngri þáttakenda á árinu með mjög góðum árangri. Klifrari ársins Brimrún Eir Óðinsdóttir. Brimrún Eir sigraði á Íslandsmeistaramótinu í línuklifri í flokki 16 til 19 ára og tryggði IA þar með sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil í klifri. Áður hafði hún tryggt IA silfurverðlaun á bikarmeistaramóti Íslands í grjótglímu. Brimrún Eir var fulltrúi IA í samnorrænum æfingabúðum sumarið 2017 þar sem 60 bestu klifrarar Norðurlandanna hittust og æfðu saman. Þar sýndi hún flotta frammistöðu, var áhugasöm og afar vel liðin að æfingafélögum sínum. Í útiklifri hefur hún notað tímann vel, hún óhrædd við að prófa erfiðar og flóknar klifurleiðir og hefur nú þegar klifrað nokkrar klassískar leiðir á klifursvæðum á Íslandi. Brimrún Eir fyrirmyndar íþróttakona og fyrsti klifrarinn til að hefja nám á afrekssviði FFA. Hún skipulögð, samviskusöm og metnaðarfull, góður félagi og alltaf tilbúin til að aðstoða félaga sína í klifrinu. Hún góð fyrirmynd fyrir unga klifrara sem að æfa hjá IA. Badmintonmaður ársins Brynjar Már Ellertsson. Brynjar Már hefur staðið sig vel á árinu. Hann hefur oft komist í undanúrslit og úrslit á mótum. Hann hefur verið í æfingahópum unglingalandsliðsins ásamt því að vera í og æfa með framtíðarhópi Badmintonsambands Íslands. Brynjar Már var valinn til að fara með U17 landsliðinu til Slóveníu til að taka þátt í sumarskóla Badminton Europe. Brynjar Már hefur verið á afreksbraut FFA í vetur. Hann mætir vel á æfingar og leggur sig alltaf fram. Hann reiðbúinn að leggja vinnu fyrir félagi þegar á þarf að halda. Hann góður liðsmaður. Það verður gaman að fylgjast með Brynjar Má á næstu misserum.
því hann ætlar sér að ná langt í íþróttinni og vera fyrirmynd fyrir krakka Skaganum. Kraftlyftingamaður ársins Einar Örn Guðnason. Árið 2017 hefur verið virkilega gott keppnisár hjá Einari. Hann vann 4 Íslandsmeistaratitla og 2 bikarmeistaratitla á árinu og setti 10 Íslandsmet. Hann er því búinn að setja 63 Íslandsmet frá árinu 2011. Hann hækkaði 1 sæti á styrkleikalista Kraft óháð þyngdarflokki og er í 3. sæti, sem er gríðarlega góður árangur því á þessum lista eru margir sterkir lyftingamenn á alþjóðavísu. Einar er einungis 12 kílóum frá lágmarki á heimsmeistaramóti sem fram fer í nóvember 2018 og eru miklar líkur á að ná því í ársbyrjun. Einar er mjög sterkur karakter og einstaklega laginn við að hrífa salinn með sér og hvetur áhorfendur óspart til að sýna öðrum keppendum stuðning ef þörf er á. Einar er mikil og góð fyrirmynd fyrir unga keppendur í þessari grein og duglegur að miðla reynslu sinni til þeirra sem eru að stíga sín fyrstu skref í greininni. Og íþróttamaður Þjóðs er Guðmundur Örn Björnsson. Guðmundur Örn hefur æft með Þjóti í 25 ár. Á öllum þessum árum hefur hann stundað íþrótt sína að kappi. Hann er jákvæður við æfingar og keppni og spilar fyrir liðsheildina. Guðmundur var Íslandsmeistari einstaklinga í fyrstu deild í boccia á árinu. Guðmundur Örn er verður íþróttamaður Þjóts fyrir árið 2017. Keilumaður ársins er Guðmundur Sigurðsson. Guðmundur tók á árinu þátt í fjöldamóta og náði ágætum árangri, en bestum þó á Íslandsmeistari öldunga í Egilshöll í mars þar sem hann varð Íslandsmeistari. Með þeim titli ávann hann sér réttindi til að taka þátt í heimsmeistarakeppni í keilu sem fram fór í München í Þýskalandi dagana 13. til 21. ágúst. Í október endaði Guðmundur í öðru sæti á Íslandsmeistaramóti para ásamt Vilborgu Lúðvíksdóttur. Guðmundur er einn af þjálfurum IA í keilu og er þjálfari á afrekssviði. Guðmundur hefur verið þjálfari unglingalandsliðsins árabil og er ungmennum góð fyrirmynd í æfingum og keppni. Guðmundur sannar að góð ástundun gefur góðan árangur því hann hefur sjaldan æft og keppt eins mikið og nú og hefur meðaltal hans sem er 193 stig aldrei verið hærra en nú. Og það er barnabarn hans, Matthías Leó Sigurðsson, sem tekur við viðurkenningunni fyrir hönd ársins. Hesta íþróttamaður ársins er Jakob Svavar Sigurðsson. Jakob Svavar átti einstaklega gott ár í hestamennskunni. Hann sigraði í tölti í opnum flokki á fjórðungsmóti Norðvesturlands. Hann var tvöfaldur Íslandsmeistari í slagtaumatölti og fjórgangi. Jakob varð heimsmeistari í tölti á heimsmeistaramóti íslenska hestins og hampaði þar með eftirsóttasta verðlaunagrip Íslands hestamennskunnar, tölthorninu. Þar að auki náði Jakob verðlaunasæti í keppnum í hestaíþróttum og gæðingakeppnum og sýndi kynbótarhross með afburðagóðum árangri. Á uppskeruhátíð Landssambands hestamannafélaga var Jakob útnefndur sem knapi ársins og íþróttaknapi ársins 2017 og tilnefndur sem gæðingaknapi og kynbótaknapi ársins. Jakob Svavar er fagmaður fram í fingurgóma, metnaðarfullur, einbeittur, hægverskur, en alltaf með stefnuna á bestu ákvöst og uppskerum. Hann undirbýr sig og keppnishross sín með innsýn og næmum skilningi og hvernig er hentugast að byggja upp keppnishestinn og laða fram það besta í honum.
Jakobsstaðar sýnir ávallt úrvalsgóða reiðmennsku og keppnishestar hans eru sáttir, þjálir og glaðir í fasi og með jákvæða útgeislun. Það er faðir hans, Sigurður Guðni Sigurðsson, sem tekur við viðurkenningunni fyrir hans hönd. Körfuknattleiksmaður ársins er Jón Orri Kristjánsson. Jón Orri spilaði stórt hlutverk í körfuknattleiksliði ÍA sem lék í fyrstu deildinni leiktíðina 2016 til 2017. Í leiktíðinni skoraði hann 9 stig í leik, tók 9 fráköst og var með 16,6 í heildarframlag sem var það 14. hæsta í allri deildinni. Jón Orri er einnig fyrirliði liðsins og það er hlutverk hans og þar er hlutverk hans ekki síður mikilvægt. Hann lætur menn heyra þegar þess er þörf, hann á sanngjarnan hátt og hvetur alla áfram í kringum sig, enda metnaðarfullur maður. Hann er því gríðarlega mikilvægur fyrir liðið, enda góður karakter og íþróttamaður í alla staði. Það er dóttir Jóns Orra, Erna Guðrún Jónsdóttir, sem tekur við viðurkenningunni fyrir hönd pabba síns. Og karatemaður ársins, Kristrún Bára Guðjónsdóttir. Kristrún Bára er með brúnt belti í karateíþróttinni og stefnir á að taka svarta beltið á næstu misserum. Hún hefur verið mikilvægur keppandi karatefélags Akraness á síðustu árum og keppir nú í unglingaflokkum. Árið 2017 varð hún Íslandsmeistari í kata kvenna í sínum aldursflokki. Þá varð hún í öðru sæti í flokki táninga í hópkata ásamt félögum sínum í KAK og var einnig í 3. sæti kata á Osito unglingamótunum og öðru sæti á Reykjavík International Games. Kristrún Bára hefur æft karate frá unga aldri og er mikil íþróttamanneskja sem leggur sig fram á æfingum. Hún hefur einnig sótt æfingabúðir í íþróttinni, en síðasta sumar var hún á æfingabúðum í Noregi ásamt félögum sínum í KAK. Kristrún Bára er sterkur keppandi í karateíþróttinni og góð fyrirmynd innan félagsins fyrir yngri keppendur. Skotmaður ársins er Stefán Gísli Örlygsson. Stefán var í toppbaráttunni á öllum skítmótum á Íslandi síðastliðið sumar. Hann var bikarmeistari í skít árið 2017 og endaði í öðru sæti á Íslandsmeistaramótinu. Stefán keppti á heimsmeistaramóti í Moskvu og hafnaði þar í 83. sæti. Hann er stigahæsti skotmaður Íslands á árinu og var valinn í landsliðshóp skotíþróttasambandsins og mun keppa fyrir hönd Íslands á mótum erlendis á árinu 2018. Stefán Gísli er mikill keppnismaður og ætlar sér langt. Hann æfir vel af tækni og þolinmæði og þannig nær hann þessum frábæra árangri. Ennfremur er Stefán frábær íþróttamaður og ötull liðsmaður við uppbyggingu íþróttasinnar á Akranesi. Ávallt með jákvætt viðhorf og bros á vör sem smitar út frá sér til allra sem í kringum hann eru. Og fimleikamaður ársins, Valdís Eva Ingadóttir. Valdís æfir hópfimleika með fyrsta flokki og meistaraflokki ÍA. Hún er okkar fremsta fimleikakona og voru tímamót hjá félaginu þegar hún sprengdi erfiðleikaskalann í keppni í vetur. Valdís er dugleg, metnaðarfull og umfram allt hógvær. Hún er mikilvægur hlekkur í sínu liði og vel liðin af liðsfélögum og þjálfurum og frábær fyrirmynd fyrir yngri iðkendur félagsins. Í vetur hefur Valdís gengið gríðarlega vel á mótum og unnið til verðlauna með liðum meistaraflokks, fyrsta flokks og í einstaklingskeppni. Á bikarmóti WOW vann Valdís bikarmeistaratitil ásamt liði sínu þar sem stelpurnar settu persónulegt stigamett. Á Íslandsmóti unglinga í vor lentu þær í 3. sæti og
Á haustmótinu í hópfimleikum keppti Valdís með liði meistaraflokks sem varði í fyrsta sæti. Hún valdi til fyrstu verðlauna á einstaka áhöndum og samanlögðum árangri á einstaklingsmóti í stökkfimi í haust. Valdís var á dögunum valin í 35 manna úrtak fyrir stúlknalandslið Íslands. Og kylfingur ársins Valdís Þóra Jónsdóttir. Valdís Þóra Íslandsmeistari í höggleikigólfi 2017, margfaldur klúbbmeistari golfklúbbsins Leynis, einn fremsti kylfingur meðal kvenna til margra ára og nú atvinnukona í golfi. Valdís Þóra hefur frá unglingsaldri verið með skýr markmið sem hún hefur unnið markvisst eftir, hvort sem með æfingar í huga, Íslandsmeistaratitla, þátttöku í landsliðsverkefnum og nú sem atvinnukona í golfi. Valdís Þóra góð fyrirmynd allra kylfinga og íþróttafólks og hefur ávallt verið til fyrirmyndar innan sem utan allar. Valdís Þóra tryggði sér keppnisrétt og mótaröð þeirra bestu í Evrópu í lok árs 2016 og með góðum árangri tryggði hún sér áframhaldandi keppnisrétt í Evrópu LET-mótaröðinni keppnistímabilið 2018. Valdís endaði keppnistímabilið á því að verða í öðru sæti á LET-móti á Spáni og í þriðja sæti á LET-móti í Kína. Valdís Þóra keppti á US Open og var þar með fyrstu Íslendingum til að keppa á risamóti í kvennagólfi. Vélhjóla íþróttamaður ársins Þorbjörn Heiðar Heiðarsson. Þorbjörn mikill keppnismaður, var meðal annars í fyrsta sæti í B-flokki á Red Bull bikarmótinu í sumar og einn af betri enduro-ökumönnum landsins. Þorbjörn mikill liðsmaður og tekur þátt í öllu sem félagið tekur sér fyrir hendur og duglegur að starfa fyrir félagið, hvort sem að það við viðhald á brautarsvæðinu eða í félagsstarfinu. Hann mætti á allar æfingar ársins og mjög hvetjandi og góð fyrirmynd fyrir aðra liðsfélaga VFA. Og þá ætla ég að biðja alla þá sem hafa verið tilnefndir til þess að koma upp á svið fyrir hópmyndatökum. Alla þá sem voru tilnefndir og þeir sem tóku við fyrir þeirra hönd líka. Skal við gefa þeim öllum gott klapp. Og þá fyrir að koma að stóru stundinni.
Þrír efstu í kjörinu fá peningaverðlaun úr minningarsjóði Guðmundar Sveinbjörnssonar og að auki fær íþróttamaður Akraness glæsilegan verðlaunagrip til eignar sem hannaður og smíðaður af Sæmundi Erni Kjarnestedt, eldsmið hér á Akranesi. Og íþróttamaður Akraness fær einnig Friðþjófsbikarinn til varðveislu í 1 ár, en hann gefinn til minningar Friðþjóf Arnar Danielsson sem lést árið 1947 eftir slys við fimleikaæfingar í gamla íþróttahúsinu við Laugabraut, þá 23 ára gamall. Bikarinn gefinn af móður hans og systkinum og nú afhentur í 27. skipti. Marela Steinsdóttir mun hér á eftir afhenda bikarinn fyrir hönd fjölskyldu sinnar. Hún barnabarn Helga Danielssonar sem var föðurbróðir Friðþjófs og hún einnig stjórnarmaður í IA. Og þá byrjum við á 3. sætinu. Í 3. sæti í kjöri íþróttamanns Akraness árið 2017 Jakob Svavar Sigurðsson. Og í öðru sæti í kjöri íþróttamanns Akraness árið 2017 Einar Örn Guðnason. Þá komum við að efsta sætinu. Nú má heyra svolítið í ykkur. Íþróttamaður Akraness árið 2017 Valdís Þóra Jónsdóttir. Leið og við þakkum ykkur öllum fyrir komuna að þá vil ég fyrir hönd framkvæmdastjórnar IA óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs með vonum að árið 2018 verði okkur öllum skemmtilegt og árangursríkt íþróttaár. Takk fyrir og áfram IA.